Halló, ég heiti Friðrik Árnason og ég fréttamaðurinn ykkar í dag. Ég tala um Ástralíu og hlutir að gerast í Ástralíu og það rosa slæmt eða gott. Í Ástralíu nasismamerkjanotkun búin að hækka mikið. Búið að banna að gera nasismamerki af því að nasistar gerðu ekki góða hluti. Og það líka búið að banna að pósa eins og Hitler. Laun byrja í næstu viku. Hvað finnst þér að það sé bannað nasismamerki hérna? Mér finnst það mjög gott af því að nasismamerki átti ekki heima hérna. Þetta var hræðilegur hlutur. Hitler var ekki góður maður. Hann var mjög vondur við sumt fólk. Já. Hvað finnst þér bönnun nasismamerkja hér í Ástralíu? Mér finnst þetta koma aftur, ég hata það! Okay. Vélmennið Valkyrie er fyrsta manneskjulega vélmennið sem NASA hefur búið til. Vélmennið er 180 cm á hæð og 125 kg og rosa hot. Hvað finnst þér nýja sæta robotan sem að NASA bjóð til? Smash. En hérna, já, mér finnst NASA bara mjög svona gott í að gera robota. Þetta var bara mjög vel gert hjá þeim og ég hlakka til að sjá þannig til roboti kemst til tunglsins og mun koma með nýja rannsóknir til jarðarinnar. NASA starfsmenn vona að þeir geti sent Valkyrie á tunglið á næstu árunum. Hvað heldur þú nýja sæta vélmennið sem að NASA hefur búið til? Mér finnst það sé alls ekki góð hugmynd að láta tölvur koma til lífs. Og ég held að það sé bara byrjunin að endan á heiminum og þetta bara mun ekki enda vel. Takk fyrir mig. Verið góðið. Ástralskir vísindamenn hafa byrjað að bólusetja villta kólabirni til að efna fækkandi stofn. En það er ekki COVID í þessu sinni. Metnaðarfulla vettvagnarrannsóknin mun vernda kóladýr gegn klamydíu og getur valdið því að þeir verða blindir, ófrjóir eða jafnvel deyja. Hvað finnst þér að við séum að finna villta kólabirni og spreyta á fyrir klamydíu? Mér finnst það vel gert hjá okkur, en sko, mér finnst það að fara meiri rannsókn í bólusetninguna sem þeir eru að setja í þá til að við vitum nákvæmlega hvað við erum að setja í bólusetninguna til að þau viti alveg pottet hvað þau eru að setja af því kólabirnin líði örugglega ekki vel með að það sé verið að sprauta á með einhverju sem þau viti ekki hvað er. Takk fyrir mig. Hvað finnst þér við séum að finna villta kólabirni og bólusetja á fyrir klamydíu? Mér finnst þess að fólk ætti bara ekki vera að ríða kófurafinum. Það er ekki mjög fallegt að gera og bara af hverju verða að því. Og Gló er vond manneskja. Bye. 57 ára gamli Adrian Humphrey fékk aldrei að eyða fyrstu heilu nóttinni sinni í húsbílnum eftir að hann hafði lagt honum á afskekktu Bushland tjaldsvæðinu við Tangarago við þjóðveg 43. Humphreys, sem býr í Rotorua, var stunginn 5 sinnum þar sem hann lá í svefnpokanum sínum áður en hann staulaðist út, blóð streymdi úr bol hans, líf hans endaði í grasinu fyrir utan. Hvernig líður að Humphrey hafi verið stunginn og drepinn? Hann var ekki besti vinur minn, við erum búin að vera vinir síðan í leikskóla. Ég veit hvað drap hann, en það er verið að borga mér fyrir að segja það ekki. Hvað finnst þið að Humphrey hafi verið stunginn og drepinn? Ó nei, ekki drepa fólk, það er ekki fallegt. Hver myndi gera það? Hver myndi drepa fólk? Þetta. What's up guys? Velkomin í behind the scenes af fréttaverkefninu okkar í skólanum. Hérna er Glói af Hard at Work eins og þau segja í Ástralíu. Og nú erum við að fara að taka upp viðtölin. Við vorum búin að taka upp þáttum. Lúði. Byrjað. Þetta var svona penning. Cool face. Cool face. Sigma.